Því að við erum komin í samband við Pólland, væntanlega. Sigurður Sveinsson á línunni. Blessar. Hvað segið þið? Ég segi bara að við vorum að lenda hérna á hotellinu. Já, og ég veit að þú ert í 70 eldsprækir kallar og góðar konur. Ofsalega hlýtur stemningin að vera góð. Já, hún er að magnast. Hún er að magnast. Herðu, fyrsti leikurinn í dag gegn Norðmönnum. Hvað eru Norðmenn að rífa kjaft núna? Þeir segja að við eigum bara ekki séns. Þeir sögðu líka að þeir ættu Eirík Rauða, sko. Já. Nei, þeir eru náttúrulega með hörkulið og þetta hefur verið helviti mikil barátta undanfarnir leikir, en við hefum náttúrulega unnið á í 9 skipti röð og það er smá alltaf í kollinu að þeim að minnum átt að kenda, en þeir eru með ungt og skemmtilegt lið. Já. Þeir segja að við séum orðnir og gamlir og svona, þeir eru alltaf að nota þetta markvartan sé hérna okkar höfuðverkur og svo, en þetta er náttúrulega lítið leikur fyrir bæði lið, þeir eru alltaf að gera eitthvað í framhaldinu. Já, nákvæmlega. Já, vona að bæði lið vinni hérna Hvítrúsa og úrslitaleikir, þetta er allt úrslitaleikir. En með markvörsluna, heldur það sé eitthvað til í því? Ég meina, er hún ekki alveg í topplagi hjá okkur eða? Já, þeir hafa auðsögulega glemt í hver vann þá í síðasta leik, það var nú Björgvin í markinu. Já. Og lokaði markinu seinni hálfleik og vegna þess unnuðu þann leik. Já. En þeir notuðu þessa, getum við sagt svona sálfræði taktík líka fyrir 2 árum og það kom eiginlega í bakið á þeim. Já, þeir eru búin að taka undanfarið 3 árum og það er ekki komast upp á riðlinum og eru búin að fjárfesta mikið og byggja punkt og skemmtilegt lið. Það er ekkert launungamál, en ég held bara að þeir eiga að halda sig í síðastöðsinu og langleikunu. Já. En þeir er bara ekki komnið á þann stall sem við erum, held ég. Nei, nákvæmlega og líka það er að koma heill hellingur og flottum strákum upp í handboltanum í dag, í landsliðið. Já, okkur vantar náttúrulega alltaf eina góða skiptu réttenda. Já. Til að létta svona lífið fyrir Aron Pálma og þetta var alltaf bara mjög verður fróðlegt að vita hvað norðmenni gerir kvöld. Já. Ef ég væri þjálfari þá myndi ég bara taka hann beint úr umferð. Já. En sem betur þegar er ég ekki þjálfari norska liðsins. Ekki gefa þeim hugmyndir. En þeir náttúrulega voru okkar menn sýndu að í seinni leiknum móti Þjóðverjum að þeir að finna taktin og eru búin að vera helviti góður stígandi á þeim. Já, algjörlega. Það var mjög gott að vinna Þjóðverjum örugglega á þeirra heimavelli og það lítur að hafa bústað smá upp sjálfstraustið hjá þeim. Já, ágætt nesti svona í keppnina. En hvernig... það er engin spurning að þetta verður hörku leikur og hann fer 30-28 fyrir okkur. Já. Svo vitið það. Ég ætla að skrifa það niður. En hvernig líst þér almennt á riðilinn sem við erum í? Sko þetta maður getur gert ráð fyrir að öll liðir kannski vinni Hvítrúsa. Já. En ef þú ætlar að eiga séns í milliriðli þar sem hún lendir á móti Frökkum og Pólverjum og líklegast Makedónum, þá verður helst að fara áfram með 2-4 stig. Já. Ef þú ætlar að eiga séns í þetta. Hvað með Króatíu? Þetta er Króatíu alltaf á sínum samastalli? Þeir segja í fréttum að þeir séu ekki að horfa á þetta mót til að vinna, heldur að byggja upp fyrir 2018 á þeirra heimavelli þar sem þeir ætla að vera Evrópumeistarar. Já. Þeir eru alltaf bara að missa einhverja 4 og hann að Moppan gamla er ekki með. Nei, já. En þeir eru með hörku lið þegar þú horfir bara á þetta, þá er þetta strákar sem voru að spila einhverju 6-7 í Þýskalandi og svo er þeir með frábæran markmann. Já. Eru þeir að byggja upp nýtt lið eða? Já, þeir eru eiginlega búin að henda út öllum sínum gömlu hræjum. Já. Og er að koma upp með hérna ungt og eiginlega nýtt lið. Já. Og hann hefur sagt það í viðtali að hann sé ekki að horfa á þessa keppni til að vinna hana, heldur að vinna 2018 á heimavelli. Nákvæmlega. Ég spái að við vinnum og í dag og vinnum Hvítrúsa, þá er þetta bara spurningin. Norðmenn geta alveg unnið Króata, þeir eru unnið í riðlakeppni fyrir þessa keppni á sínum heimavelli. Og þetta verður, bara horfir á alla riðlana, þetta verður svakalegt mót. Já. Og þetta er ekkert grín fyrir okkar menn, til dæmis Dag og Guðmund sjálfara. Þeir gætu alveg bara sérstaklega Þjóðverja, þeir eru í svakalegum riðli og pressan og Guðmundi, hún er það mikil að maður veit aldrei hvernig hann
gæti reiki við og það má ekkert slikka hjá. Já, nákvæmlega. Þetta bara þannig lið, þannig segi ég mót, þetta verður bara hörkumót og leikurinn við Norðmenn, ég held þetta verði slagsmál. Þetta verður frábær höll, 10.000 manna höll hérna í þessum 300.000 manna bæ. Já. Og hún kalluðu geimskipið. Já. Ég á nú ekki von á 250 Íslendingum og kannski 300 Norðmönnum og kannski 10 Pólverjum. Já. En við erum alltaf að fara að sjá fyrst Króatíu Hvítrússa. Já. Nú var klukkan 4. Nákvæmlega. Svona að lokum Siggi að þá Erlend Mamilund í norska liðinu, hann þrátt fyrir að hann sé svona sigur sæll, þá segir hann að íslensku sigur frekar sigur stranglegur. Já, hann sagði nú líka hann sagði nú í öðru viðtali að það gaf mér að þeir myndu nú vinna og hann nú orðinn 33 ára og ekki skorað í landsleik í 6 ár. Já. Og hann vætti nú bara að segja. Skilaðu hvað til hans ef þú hittir hann. En Siggi, þetta verður hörkulís. Já, góða skemmtu Siggi og ég ætla að fá að vera í sambandi við þig næstu daga. Ekkert mál, Kalli. Takk fyrir þetta, áfram Ísland. Já.